Getur við fengið smá svona ferðaskýrslu hvernig það var að fara í Asíu og hvaða mót þú varst að spila og hvernig gekk bara? Sko, þetta voru, ég fekk þá $100,000 sem ég gilda cirka 14 milljónum sem ég mátti velja mót til að spila fyrir. Og síðan sé maður bara mótin búm, þá gæti ég valið, það var eitt mót, main event kostar $100,000 en ég sagði bara, herri, ég ætla náttúrulega sko, góða pókerspilari næri peningi 20% skipta í mótum. Þannig að það er bara mjög líklegt að ég sé, sérstaklega sé að spila móti besti gæðum í heimi, að ég sé ekki að fara að taka neitt pening heim. Og það var þú svona, þannig að ég ætla að taka reynsluna bara to the max. Þannig að ég tek 4 mót. Svo, eftir ég datt út úr fyrsta mótinu, sem spilaði mót með 2 og ég kemst heldur langt í því þannig að það var svona fyrsta hæpið þannig að ég móti bara, what the fuck maður, komin í peningin sem var dagur búinn og ég var bara með góðan stakk bara, heyrðu, shit, bara, is this real? Þetta var rosalegt, sko, bara tilfinningin og svona, ef ég fannst svona wow, eftir allt helviti sem ég bara verið að gangi í gegnum, sko, í svolítið langa tíma, svona er ég að fá hans tilbaka eða svona mættu þarna núna. Já, og síðan fór maður að spila þetta 2, og það gerist ekki mikið hjá mér, ég var hann á TV-table og það var næs, mjög gaman og allt það, svo detti út og er svolítið hæ og svona sem sé það, þá er 30k mót eftir, sem er byrjað og ég ákvað að tróða því inn og sleppa því að sleppa það síðasta mötur sem var eitthvað það var annað $25,000 mót fyrir ekki og sem var á dagskránum var $40,000 mót í endan og ég ákvað bara, ég ætla að sjá bíða, bara, ég tek frekar ódýra mótið og þannig að þá átti ég $15,000 eftir og síðan, gekk ekki því þessu mótið þannig að ég fór aukalega, síðan næsta mótið eftir það, þá komst ég aftur í pening og þannig ég var búin að kassa fyrir mikið og síðan var mótið búinn, þannig að ég átti $15,000 eftir og það var ekkert mót eftir í boði fyrir mig. Þannig að ég fór hana, auðmjúkur og basically bara bað eiganda ACR, spyrir okkur það vildi ekki pitch in, bara 3 kúlur. Það var svona mjög svona, ég kynntist hann 2 dögum áður, sko. Er ekki bara góð illa? Ég ála að mana mig upp áður, fekk mér eitt kaldan, drakk mér smá kjark og bara þess að tala við hann já, what's up og svo bara 40k móti, já, 15k inni hendur mér í það og já, svo bara, ég er alltaf að teka bara meiri postu já, það var ekki svo erfitt að hann jú, þetta var það, sko en ok, það var flókið já, og þá hoppaði það bóm og endaði í 9. seti því og fekk total, fekk eitt mystery bounty, fekk þá total $120,000 fyrir það, sko. Hver var þá hagnaðurinn total yfir Asíumótið án þess að tekur inn steikinn frá öðrum? Já, bara, heildarsumman sem ég fekk úr þessu móti var, sem ég vann, voru $232,000, held ég, sem er nálægt 30 milljónum. Það er rosalegt. Já. Og hvað tekur þú eiginlega sjálfur? Ég var í, svona, cirka 30%. 30%, já. Er það ekki bara svona viðmið bara hjá mörgum eða? Jú, það er mjög, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig það er með svona, í svona stærri bæjunum og svona, en ég veit að ekki allir hann að eiga næstu því, ekki, meira en 80% af gæðinum hann að selja eitthvað í sér, og meira en helmingurinn selur meira en helming, þannig að sem ég skil samt ekki alveg, ég skil það þegar þú ert að senda menn á mót þar sem þú ert að spila við, þar sem fólk er actually bara herri, ég ætla að taka þessa $1,000, ég ætla að sjá hvernig það gengur, svona í staðan fyrir að kaupa lotta með það, þú veist, og það er alltaf beauty við pókerinn, er að þú getur fucking verið gjössanlega useless en unnumót, þannig að það er svona beauty of it, sko. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á broadcast.is. Það er áskrift.